Ég ætla að fjalla jarðminjaskráningu. Ég var nú svona dálítið óöruggur með þennan titil, en ætlaði nú fyrst að kalla þetta hvernig á að meta gildi jarðminja. En síðan datt ég nú niður á þetta. Jarðminjaskráning væri náttúrulega bara mjög almennt og gott, en svo núna bara fyrir hádegi þá alveg, ég hefði ekki átt að breyta þessu. En svona er þetta stundum. En þessi hugtök, jarðminjar og jarðminjavernd, það er nú ekkert mjög langt síðan að þau fóru að heyrast, og sérstaklega hér á landi. Og á síðustum árum þá hefur áherslur á jarðminjavernd erlendis farið ört vaxandi. Jarðminjaskráning er mikilvægur undanfarið því að vernda jarðminjar og eins að undirstrika mikilvægi þeirra sem sagt á landvísu og heimsvísu. En ég ætla aðeins að fara hér í efnisyfirlýnd, það verður smá inngangur hjá mér. Síðan ætla ég að fjalla skráningar jarðminja í Evrópu. Reyndar hafa Ástralir, Nýsjálendingar og Tasmaníubúar, þeir hafa verið mjög framilega í þessum fræðum með jarðminjar og jarðminjavernd. En ég ætla að einskorða mig við Evrópu, af því þar hefur margt verið að gerast á síðustu árum. Og síðan ætla ég að fjalla eða taka dæmi frá þessum 3 löndum, Bretland, Frakkland og Noregur. Ég ætla síðan að fara í skráningu jarðminja á Íslandi, en þar er nú kannski ekki mikið hægt að segja, það hefur ekki verið mikið skráð, allavega ekki skipulega. Þannig það hefur verið mikið fjallað það og ég ætla aðeins að segja frá því. Og síðan ætla ég að sýna ykkur dæmi jarðminjaskráningu og aðeins að tala jarðvanga. En fyrst á hugtökunum. Við viljum nota jarðbreytileika, það er að segja róf eða breytileiki jarðfræðilegra landmótunar eða jarðvegsfræðilegra fyrirbæra, myndana og ferla. Þetta er nú dálítið svona óþjált, en þetta hefur líka verið kallað jarðfræðileg fjölbreytni eða jarðfræðilegur fjölbreytileiki, en þetta hefur ekkert að gera með magnið. Hvort að það sé mikill breytileiki, að hann sé mikilvægri heldur en minni breytileiki, það er ekki það heldur hversu mikilvægur breytileikin er. Reyndar er oft reynt að meta gildi breytileikans út frá tölfræðilegum aðferðum. Síðan er það jarðminjar, einstakir þættir jarðbreytileikans, það er fyrirbæri ásamt tilheyrandi myndunar og mótunarferli. Og jarðminjavernd. Það er verndun jarðbreytileikans vegna eigingildis, vistfræðilegs gildis og minjagildis. Og þarna erum við komin með þessu eigingildi og vistfræðilegu gildi komin dálítið í þetta siðferðilegu gildi náttúrunnar. En eigingildi, það er jarðminjar sem geta haft sitt eigingildi og verið alveg óháð notagildi mannsins. En ég ætla aðeins að koma með lítið dæmi. Ég ætlaði nú að hafa þetta fyrst á eftir forsíðu og vera voða sniðug slökkið á farsíma, en það er ekki það sem ég ætla að tala um. Ég ætla að fjalla snjallsíma. Þeir eru samsettir úr sirka 1000 einstökum hlutum og þessir hlutir eru búnir til úr 65 mismunandi hráefnum og þau eru unnin úr námum víðsvegar heim og mest frá Kína. Ég er með smá verkefni sem bandarískir grunnskólanemendur fá og þetta eru svona helstu efnin og það er sagt til hvers þau eru notuð og síðan hvaðan þau koma til Bandaríkjanna til þess að vera sett í þessa snjallsíma. Síðan var nú erfitt að finna einhverja tölur fjölda snjallsíma sem eru framleiddir árlega, en ég fann sölutölur. Og það eru seldir 2000 milljónir snjallsíma á ári. Og það eru 7000 milljónir snjallsíma sem eru í notkun. Við erum ekki að tala þá sem eru í skúffunum eða upp í skáp, það eru þeir símar sem eru virkir. En endingin á öllum þessum símum, sem okkur finnst bara alveg sjálfsagt að eiga, að það er ekki nema kannski að meðaltali 1 ár, 18 mánuðir. Þá er þeim skipt út fyrir nýja típu. En aðeins 10% af öllum þessum símum eru endurnýttir. Restin af þeim, með öllum þessum dýrmætu jarðefnum sem finnast í snjallsímanum, þó að það sé ekki miklu magni, þá safnast það saman. Þetta er urðað ásamt öðru sorpi
og þetta mikil sóun og þetta gífurlegt magn jarðefna sem unnið úr námum víðsvegar heim með tilheyrandi raski á náttúru og landslagi og ásamt neikvæðum umhverfisáhrifum. En mér fannst þessi líka dálítið góð 13. ágúst 2015 og þá vorum við bara búið með ársbyrðirnar af náttúrulegum auðlindum. Með þess að 6 dögum fyrr heldur en árið 2014, þannig að við eigum langt í land með það sem við köllum sjálfbærni. Ásókn í náttúruauðlindir og gegndarlaus námuvinnsla og þessi gífurleg sóun á náttúruauðlindum, hún hefur kannski átt stóran þátt í því að umfjöllun og ákall jarðminjavernd hefur aukist alveg gífurlega síðastliðin 10 til 15 ár. En það alltaf gott að fá viðurkenningar að jarðminjar skipta máli, sérstaklega á alþjóðavettvangi. Ég setti nú bara svona upp að gamni, bara í fljótheitum svona smá lista, því miður ekki til neinir svona alþjóðlegir samningar eða tilskipanir jarðminjar eða jarðminjavernd. Og þetta alls ekki tæmandi listi, þetta bara það sem svona ég myndi eftir rakst á og bætti inn. Það kannski byrjaði fyrst með UNESCO, náttúruminjar og heimsminjaskrá. Þar settu þeir viðmiðin bæði fyrir líffræði og jarðfræði undir náttúruminjar. Það var svona fyrsti vísir að því að líffræði og jarðfræði væri þarna undir sama hatti. 1992 voru ProGeo samtökin stofnuð en þau eiga sinn uppruna í Noregi og þau eru evrópsk samtök með það að markmiði að stuðla að vernd jarðminja og landslags og efla fræðslu og þekkingu það. Og þau eru í nánu samstarfi við Alþjóða jarðfræðisambandið og Alþjóða náttúruverndarsambandið, eða náttúruverndarsambandið. Jarðvangar, Geopark, þau voru stofnuð 2000, árið 2000 af 2 jarðfræðingum, en þá voru á þessu tíma þá voru jarðfræðingar farnir að hafa áhyggjur af námuvinnslu og þessari auðlindanýtingu og það voru stofnaði þessi jarðvangar af 2 jarðfræðingum. Síðan landslagssáttmáli Evrópu svona næstu því að það ekki beint talað jarðminjar, en landslag jú hluti af jarðfræðinni og jarðminjum. Ár jarðar skipti sköpum, það vakti mikla athygli í Evrópu. Sameinuðu þjóðirnar koma með á hverju ári eitthvað svona þema og 2008, þetta merkilega ár, þá var það ár jarðar. Alþjóða náttúruverndarsambandið 2008 samþykkti á heimsþingi í Barcelona að jarðbreytileiki væri hluti af náttúrubreytileikunum og UNESCO tók jarðvangana undir sinn hatt árið 2015. Síðan það Evrópusambandið. Þeir hafa nú verið dálítið erfiðir, en það verið að vinna í því að jarðminjar og jarðbreytileiki verði skráðar ásamt öðrum náttúruminjum í tilskipanir Evrópusambandsins og þá mikið á unnið. En ProGeo, ég ætla aðeins að fjalla það vegna þess að þeir hafa verið svo góðir í að miðla og auka þekkingu á jarðminjum og jarðminjavernd. Þeir gefa þarna út tímaritið GeoHeritage ásamt Alþjóða jarðfræðisambandinu og árið 2012 þá gáfu þeir út þessa merkilegu bók sem yfirlit yfir jarðminjar og jarðminjavernd í Evrópu og þar gerð grein fyrir stöðu jarðminja í 37 Evrópulöndum og þar á meðal kafli Ísland. Þarna að finna upplýsingar jarðminjavernd og fyrst og fremst út frá svona náttúruverndarlögum og öðrum lagalegum forsendum sem gilda í hverju landi fyrir sig. Og það búist við því að ProGeo verði orðið að alþjóðlegum samtökum innan skamms. En á síðasta ári þá héldu ProGeo samtökin merkilega ráðstefnu hér á landi í Reykjavík. Þetta var alþjóðleg ráðstefna jarðminjar og vernd þeirra. Ráðstefnuna sóttu 80 gestir frá 23 löndum og þarna voru samankomnir margir helstu sérfræðingar á sviði jarðminjaverndar. Náttúrufræðistofnun var með í undirbúningi ráðstefnunar og
það sem kannski var merkileg niðurstaða í þessari ráðstefnu var að sett var fram svokölluð Reykjavíkur yfirlýsing sem stjórn ProGeo samþykkti, en í stuttu máli þá mælst til að jarðminjar njóti verndar vegna eigin gildis, að tekið verði fullt tillit til jarðminja þegar ný svæði eru valin til friðlýsingar og við gerð verndaráætlana, að vernd jarðminja verði byggðar á jarðminjaskráningu og þá komið að titlinum á fyrirlestrinum. Jarðminjavernd verði samþætt inn í almenna náttúruvernd og í skipulagsvinnu, til dæmis í mat á umhverfisáhrifum. Jarðminjavernd verði viðurkennd í fræðasamfélaginu sem fullgild sérgrein innan jarðfræðinnar. En jarðminjaskráning í Evrópu, svona nokkuð veginn staðan á henni núna síðasta ári, 2015. Flestar þjóðir hafa lokið við sína skráningu og margar eru langt komnar. Sumar eru í því að endurskoða eldri skráningar eins og til dæmis Spánn og Noregur, og það tengist breytingum á löggjöf eða lagasetningu. Það ekki að ræða samræmda skráningu milli landa, en hver þjóð fylgir sinni löggjöf, en öll þessi lönd eiga það sameiginlegt að skráðar eru upplýsingar vísindalega þekkingu og verndargildi jarðminja metið á faglegan hátt. Svo ætla ég að fara hérna í gegnum þessi dæmi frá 3 löndum og byrja á Bretlandi. Þeir Bretar, eða Bretland, stundum kallað vagga jarðfræðinnar eða landi þar sem jarðfræðin varða fræðigrein. Bretland býr yfir mikilli jarðfræði og fjölbreytilegum jarðminjum sem ná yfir stóra hluta jarðsögunnar. Þeir eiga yfir 60 ára sögu vernd jarðminja og fyrst með lögunum þjóðgarða árið 1949 og síðan náttúruverndarlög 1950, en þá var farið að velja sérstaklega áhugaverða staði fyrir vísindin eða Sites of Special Scientific Interest. Vísindagildi jarðminja hefur alla tíð spilað stórt hlutverk í jarðminjavernd Breta. Margir merkir jarðfræðingar tóku þátt í undirbúningu og vinnu við lögin 1950 og það hefur kannski átt þátt í því að jarðfræðin varð strax svo stór þáttur í náttúruvernd Breta. 1974 var gerð áætlun jarðfræðilega áhugaverða staði og þar var sett fram Geological Conservation Review, en með henni var til kerfisbundin skráning á jarðminjum fyrir allt landið. Og markmið GCR var að skrásetja, skilgreina og lýsa jarðminjum og jarðbreytileika á öllum merkustu svæðum og stöðum Bretlands og vernda jarðminja þeirra sem teljast mikilvægar á lands- og heimsvísu. Þessi skráning ætlað að endurspegla breytileika jarðminja í Bretlandi. Og þeir flokkuðu þessari skráningu, þeir flokkuðu í jarðfræði og landmótunarfræði í 7 flokka, en það eru margir undirflokkar og alls þetta 100 efnisatriði sem nær yfir þessa jarðminjavernd og flokkunin kölluð blocks í Bretlandi. Skráningunni lauk 1990 og þá tóku þau til við að skrifa lýsingu á jarðfræði Bretlands. Þetta átti að vera 50 bókatitlar, en síðan var þeim fækkað niður í 44 og þeir eiga eftir núna að skrifa 9 titla, þannig að þeir eru alveg verða búnir. En samtals eru þetta 3000 jarðminjastaðir sem hafa verið skráðir og hefur verið lýst og eru verndaðir. Árið 1990 þá koma þessi RIG-samtök sem eru svona hálfgerð regnhlífarsamtök, jarðfræðinga, áhugamanna og fleiri, og þau eru bundin við svæðin. Þetta eru svona svæðatengt, en það er ekki lagalega forsendur, en oft þetta í sambandi við svæðaskipulag, einhvers konar vernd eða eitthvað slíkt. Og þar eru til viðbótar 3000 staðir. Frakkland, þeir fengu ný lög umhverfismál 2002 og þar stendur að innleiða skráningu á öllum náttúruminjum landsins
og það vistfræði, fána, flóra, jarðfræði, steindir og steingervingar. Og það fyrst og fremst verið að hugsa jarðminjar á landsvísu. Þeir eru ekki að hugsa mikilvægar jarðminjar á heimsvísu. Grunnskráning og söfnun upplýsinga, hún fer fram í héruðum Frakklands, samkvæmt ákveðinni aðferðafræði, og hún byrjar í héruðunum, og þar eru jarðfræðingar sem gangar frá lýsingum og skilgreiningum og leggja mat á verndargildi, og þær upplýsingar svo sendar til Náttúruminjasafns Frakklands, sem hérna, get ég notað það? Þennan. Frakklands sem hefur yfir umsjón með þessu verkefni, og þeir meta hvort að þessi lýsing eða þetta jarðminjasvæði sem kemur frá héruðunum, hvort að það fullnægi kröfum að vera skrásett á lista yfir mikilvægar jarðminjar á landsvísu. Og ef það svo, að þá fer það í gagnagrunn og birt á vefsíðum og gert aðgengilegt fyrir alla í Frakklandi og annars staðar. En það sem kannski merkilegt við þetta, með þessi markmið með skráningu jarðminja, það náttúrulega að tilgreina alla áhugaverða staði og að skrá alla safngripi líka jarðfræði landsins. Þeir safna upplýsingum, lýsa og skilgreina einkenni jarðminja, þeir forgangsraða, meta jarðminjar með vísindalegt gildi og síðan meta þeir ástand og hvort það sé þörf á verndun. Og svona staðan hjá þau núna 2015 í fyrra. Þeir grænu svæðin þess sem búið og þessi dökk appelsínugulu, þau í skoðun hjá Náttúruminjasafninu og svo verið að vinna restina. Þeir hafa 350 jarðfræðinga sem að vinna þessari skráningu, og þessir jarðfræðingar á 62 stofnunum. Þeir gera ráð fyrir að þegar þessari skráningu lýkur, og þá verður þetta tæplega 5.000 staðir, jarðminjastaðir. Noregur. Það Jarðfræðistofnun Noregs sem hefur séð skráningu og birtir jarðminjar á vefsjá. Þeir sýna svona, ef maður stækkar upp eitt svæði, þá hvert og eitt svæði afmarkað. Og svo fylgja með þessu staðreyndasíður þar sem þeir lýsa jarðminjasvæðinu og einkennum þess og hvort að það þurfi vernd eða ekki. Og þarna eitt svæði sem ekki verndað, en samkvæmt lýsingunni ætti að vernda það, og þeir koma með tillögur og þeir meta verndargildið og þeir meta líka hversu mikið gildi það hefur á landsvísu. Síðan eru myndir og heimildir og fleira, en svo meta þeir líka skráður einnig upplýsingar vísinda- og fræðslugildi, sjaldgæfar myndanir, fagurfræðilegt, menningarlegt, sögulegt, efnahagsleg gildi, ástand og þörf á aðgerðum. En það urðu breytingar hjá Norðmönnum 2009 þegar komu ný lög sem náttúrulegan breytileika, Nature Diversity Act. Og þar markmiðið að tryggja líffræðilegan og jarðfræðilegan breytileika ásamt breytileika landslags. Lögunum fylgja reglugerðir sem segja til hvernig það skuli gert með verndun, með vöktun, með eftirliti á svæðum, og síðan almennar skuldbindingar þar sem tekið tillit til landnýtingar og skipulags og framkvæmda. Þetta svona einn stór pakki. En með þessum nýju lögum þá hefur vistgerðum eða náttúrugerðum, þeir kalla þetta naturtype, ekki vistgerðir, þetta naturtype, þá þurfti að fara að flokka upp á nýtt og skilgreina, koma með nýja skilgreiningar, og þeir að því núna. En þeir eru með 4 flokka í þessum náttúrugerðum eða naturtype, sem þá undir þessum lögum náttúrulegan breytileika, og það eru jarðlög, vistkerfi, landslagsþættir og landslag. En þá erum við komin að Íslandi. Það engin skipulögð skráning á jarðminjum hér á Íslandi, en þrátt fyrir það þá jarðfræðileg sérstaða landsins mjög mikil
og við erum með jarðminjar á heimsvísu. Það er því mjög mikilvægt fyrir náttúruvernd á Íslandi að hafa faglegt yfirlit yfir allar jarðminjar og að verndargildi þeirra sé þekkt fyrir landið, bæði á landsvísu og á heimsvísu. Og nú erum við komin í náttúruverndarlög loksins og þar er fjallað verndarmarkmið fyrir jarðminjar, vatnssvæði, landslags og víðerni. Og þar er sagt að varðveita, að stuðla að vernd jarðfræðilegra fjölbreytni landsins og fjölbreytni landslags skal stefnt að því að varðveita skipulega heildarmynd af jarðfræðilegum ferlum og fyrirbærum sem gefa samfellt yfirlit jarðsögu landsins. Að vernda jarðmyndanir sem eru sérstakar eða einstakar á lands- eða heimsvísu. Að vernda vatnsfarvegi, fossa og stöðuvötn svo sem kostur er. Að varðveita landslag sem er sérstætt eða fágætt eða sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs og eða menningarlegs gildi og standa vörð óbyggð víðerni landsins. Þannig að þarna komin margir þessi þættir sem ég er búin að vera að segja frá í sambandi við að vernda jarðminjar og meta gildi jarðminja. Og það er líka við að velja minjar á náttúruminjaskrá. Það verður nú eitt af hlutverkum Náttúrufræðistofnunar. Og þar segir að þegar verndargildi er metið, skal meðal annars leggja áherslu á auðgi, fjölbreytni, fágæti, stærð svæða og samfellu, upprunaleika, vísindalegt, menningarlegt, fagurfræðilegt og táknrænt gildi. Og síðan eru þarna sérstök vernd fyrir tiltekin vistkerfi og jarðminjar og svo steindir og steingervingar sem eru svipuð því sem voru í eldri lögunum. En hvað höfum við gert hér á landi í sambandi við jarðminjar? Árið 2002 þá kom út merkileg skýrsla á Náttúrufræðistofnun sem var unnin af Helga Torfasyni og Ingvari Atla Sigurðssyni, en Ingvar Atli var starfsmaður Náttúruvernd ríkisins á þeim tíma. Hún var unnin í tengslu við náttúruverndaráætlun 2004 til 2008 og þar koma þessi hugtök fyrst fram, jarðminjar, jarðminjavernd, jarðbreytileiki, eða reyndar ekki jarðbreytileiki, heldur jarðfræðilegur fjölbreytileiki held ég að verið. Og í skýrslunni að þá er stuðst mikið við hvað Bretarnir voru búin að vera að gera. Aftast í skýrslunni er svo tillögur 19 svæði sem þarfnast verndar. Og þar koma þeir með svona staðreynda síðu þar sem þeir eru að skrá faglegar lýsingar á jarðminjum ásamt forsendum vernd. Og þessar forsendur fyrir vernd, það er fjölbreytni jarðminja, jarðminjar í hættu, óvinnulegar eða fágætar gerðir, viðkvæmt fyrir röskun, verulegt vísindalegt gildi, efnahagslegt, félagslegt og menningarlegt gildi, mikilvægt fyrir viðhald náttúrulegra þróunarferla, alþjóðlegt náttúruverndargildi, einkennandi fyrir náttúrufar landshluta. Þeir Helgi og Ingvar Atli, þeir sem sagt nýta sér reynslu Breta og þeir fara svona dálítið í þessa kerfisbundna skráningu á jarðminjum og skilgreina verndargildi þeirra. Og þeir setja tillögur að þar séu settir upp 27 yfirflokkar jarðminjar og svo eru þar undirflokkar. En þetta var mjög yfirgripsmikil og ítarleg flokkun hjá þeim. Og síðan er það helstu viðmið og það er að meta verndargildi. Það er fjölbreytni og fágæti, stærð, samfella, tengsl við myndunarhátt og myndunarssögu, sjónrænt gildi og fegurð. Alþjóðlegt mikilvægi og þá er það upplýsingagildi, vísind og rannsóknargildi, fágætt dæmi jarðfræðilega myndun, atburð eða tímabil. Gildi vegna umhverfisbreyting og loftslagssögu, gildi vegna þróunar lífsins, menningargildi vegna trúar eða sögu. 2011 þá kemur Herdís Helga með mjög athyglisverða skýrslu með titilinn Verndun jarðminja á Íslandi með sérstakri áherslu á verndun nýrra jarðminja og það var þá í sambandi við eldgosið á Fimmvörðuhálsi að Umhverfisstofnun hafði áhyggjur af því að ferðamenn væru að eyðileggja þarna nýjar jarðminjar. Svo fekk hún styrk í þetta verkefni og vann þessa skýrslu fyrir umhverfisráðuneytið. En þar var farið yfir verndun jarðminja á alþjóðlegum vettvangi og fór yfir ýmsa alþjóðlega samninga, svona eins og Sameinuðu þjóðirnar, Bernasamningurinn, landslagssáttmálinn og fleira. Og síðan var farið yfir stöðu jarðminjaverndar á Íslandi
og þar var tekið líka fyrir umhverfisvitund Íslendinga og náttúruverndarlög. Og svo í lok skýrslunnar þá koma tillögur skipulag verndunar jarðminja með hliðsjón af reynslu annarra landa og þar lagt til að kortleggja, flokka og kortleggja jarðminjar, jarðfræðilega ferla, meta algengi, skilgreina jarðfræðilega fjölbreytni og magn greina hana, faglegt mat á verndargildi og greina ógnir. Verndargildi nýrra jarðminja og þeirra jarðfræðiferla sem mynda þær, af því það var nú það sem skýrslan upphaflega átti að ganga út á, en svo vatt þetta upp á sig og varð stærra verkefni hjá henni. En þá kemur við með þessi siðferðilegu gildi náttúrunnar, mannkvergildi, vistkvergildi og eigingildi. Og hún bendir líka á nauðsyn þess að það þurfi að horfa á önnur viðmið heldur en þessi mannkverfi, að það sé ekki alltaf hægt að horfa á vísindagildin og fræðslugildi þó að þau séu náttúrulega mjög mikilvæg, það þurfi líka að taka með í reikningin hin gildin. Árið 2012 þá voru jarðfræðingar Náttúrufræðistofnunar, Sigmundur Einarsson, Kristján Jónasson og ég skrifuðum þarna, fluttum á vorráðstefnu Jarðfræðifélagsins erindi sem bar nafni Jarðfræði Íslands, fræðileg verndun, varðveisla og tillaga stefnu og þar komu tillögur markmið, sett markmið fram sem verndun jarðminja á Íslandi, að þær endurspegli allt róf og breytileika íslenskrar jarðfræði og landmótunarfræði, varðveita skipulega heildarmynd af jarðfræðilegum ferlum og fyrirbærum sem í heild gefa samfellt yfirlit jarðsögu landsins. Og það voru líka kom fram tillaga þrjá grunnflokkun fyrir skráningu jarðminja og svo verndun þeirra. Og það að skrá jarðminja fyrir berggrunn, landmótun ísaldarjökla og virkferli landmótunar á nútíma, þessi 3 flokkar. Og síðan skrifuðum við grein í Náttúrufræðingnum, Landið var fagurt og frítt verndun jarðminja, 2012. Það er kannski sorglegt að segja frá því, en í sambandi við rammaáætlun þá hafa verið gerðar einar mestu skráningar og gert mat á verndargildi náttúru á faglegan hátt. Þá gefst tækifæri til þess að skoða ýmis atriði. Og það var einmitt 2009 sem þessi skýrsla Náttúrufræðistofnunar, eða þessar skýrslur Náttúrufræðistofnunar komu út 2009 í tengslum við rammaáætlun og þetta var faghópur 2. Og það voru þá í umræðinni háhitasvæði landsins. Þetta voru 3 skýrslur, Sigmundur Einarsson og Kristján Jónasson, þeir fjölluðu yfirborðsummerki jarðhita, en í annarri skýrslu var fjallað gróður og flokkun landgerða og síðan voru þessar niðurstöður eða þessar tillögur sem komu úr þessum 2 skýrslum teknar saman og settar í skýrsluna mat á verndargildi 18 háhitasvæða. En það sem kannski merkilegt í skýrslu Sigmundar og Kristjáns að þarna notuð ný aðferðafræði til þess að meta verndargildi háhitasvæða og þar var stuðst við reynslu frá Nýja-Sjálandi og sem var þróuð áfram og breytt ansi mikið. En við mat á verndargildi þá líka nauðsynlegt að hafa samanburðarhæf gögn svæðin til þess að geta metið fágæti og fjölbreytileika. Þannig að gögnum var safnað kerfisbundið og sömu þættir kannaðir til þess að geta borið saman einstök svæði. Og þarna var eingöngu verið að horfa á yfirborðsummerki á jarðhitans. Og það voru útbúin svona staðreyndasíður eða upplýsingasíður þessa rannsóknarreitir. Það voru settir út þarna 69 rannsóknarreitir og þarna sjáum við lýsingu á einum slíkum, brennisteinsfjöllum. En við afmörkun á þessum reitum þá var líka reynt að endurspegla náttúrulega landslagsheildir eftir því sem kostur var. Þegar búið var að lýsa þessu og greina þá notuðu þeir sér það sem við kallum fjölbreytu greiningu eða tvinnspann til þess að fá fram óháða flokkun óháða persónulegu mati
þeirra sem voru að vinna verkið. Og þarna var metið algengi, fágæti og fjölbreytileiki og til þess að auðvelda mat á verndargildi svæðisins að þá eru reitirnir flokkaðir eftir jarðfræði og landmótun annars vegar og svo yfirborðsummerkjum hins vegar. En ég ætla ekki að eyða miklum tíma í að segja frá þessari aðferð, þetta var bara áhugaverð aðferð sem komið þarna með, en hvet ykkur til þess að skoða þessa skýrslu, hún er á VF Náttúrufræðistofnunar 2009. Það aðeins að nefna jarðvanga. UNESCO innleiddi evrópsku geoparkana undir sín merki núna í nóvember á síðasta ári og þeir eru orðnir sem hluti af UNESCO. En hlutverk jarðvanga, það er fræðsla jarðminjar, náttúrufar og menningu. Þarna kemur samspil milli manns og náttúru og þeirra markmið er að stuðla að sjálfbærni og sjálfbærri þróun samfélagsins og eins ferðaþjónustunnar. Jarðvanga byggja á því samfélagi sem þeir tilheyra og því er þáttaka íbúa og hagsmunaaðila mjög mikilvæg. Jarðvangar hafa engan lagalegan sess, þeir eru á vegum sveitarfélaga en þeir hafa verið að gera góða hluti víða erlendis og erlendir jarðfræðingar sem eru að vinna í jarðminjavernd að þeir fagna tilvist jarðvanga vegna þess að þeir segja að þeir styrki verndarstöðu jarðminja og jarðminjastaða með þessari fræðslu og með þátttöku samfélagsins og þessari sjálfbæru hugsjón. En hér á landi þá erum við með 2 íslenska jarðvanga. Það er Katla jarðvangur og Reykjanes jarðvangur og svo sá 3. núna í umsóknarferli, Saga jarðvangur sem verður í Borgarfirði. Í hvorum jarðvangi fyrir sig er einungis 1 starfsmaður og starfsemi þeirra byggist að miklu leyti á styrkjum. Þannig að það svo sem er ekki mikið sem þeir eru að gera en þeir gætu verið mikill stuðningur fyrir jarðminjavernd hér á landi með sinni starfsemi og fræðslu. Væri svona góð viðbót við annað. Mér langar að sýna ykkur hérna það sem þeir þurfa að gera, það er að útnefna staði, sem sagt jarðminjastaði. Ekki eftir neittri skráningu eða flokkunin eða slíkt og oft er þetta svona áhugaverði staðir sem eru þekktir fyrir. Katla jarðvangur er þarna með 81 jarðminjastað en það er líka inn í þessu menningarminjar. Og síðan flokkað er þetta hvort þetta sé merkilegt á heimsvísu, landsvísu eða hvort þetta sé bara merkilegt fyrir svæðið. Fyrir Reykjanes jarðvanginn þá er það sama gert en þarna koma töflurnar sem jarðvangar UNESCO setja upp og þar má sjá að það eru jarðfræði, menningarminjar og náttúra, þetta eru gerðirnar og svo hvort það eru merkilegar fyrir svæðið, fyrir landið eða hvort að þær hafa alþjóðlegt mikilvægi eins og hér. Síðan er það verndun, hvort að það sé lagaleg verndun, hvort þetta sé friðlýst svæði, náttúruminjar, hvort að það sé fornleifar eða menningarminjar með einhverja friðun og svo aftur þetta hvort það sé áhugaverður staður, þetta SI. Og síðan er merkt við hvort að þetta hafi vísindalegt gildi svæðið, fræðslegt gildi eða hvort að það hafi gildi fyrir ferðamanninn. Jæja, tíminn hleypur frá okkur síðasta glæran. Það er margt ógert hér á landi hvað varðar jarðminjavernd. Það er ljóst að við þurfum að hefja kerfisbundna skráningu jarðminja sem allra fyrst til þess að hafa yfirsýn yfir jarðminjar landsins, forgangsraða og vernda þær jarðminjar sem hafa mikilvægt gildi á landsvísu og á heimsvísu. Skráning jarðminja er langtímaverkefni sem byggir á faglegri þekkingu og samstarfi margra jarðvísindamanna á hinum ýmsu fræðisviðum. Jarðminjaskráning þarf að vera aðgengileg fyrir almenning, stjórnvöld og framkvæmdaraðila og það hefur sýnt sig erlendis að með aðgengilegum upplýsingum jarðminjar þá dregur það úr hættu á því að þeim sé raskað vegna vanþekkingar eða vegna skorts á upplýsingum. Við megum engan tíma missa, ásókn í náttúruauðlindir aukast ár frá ári og aldrei fyrr eins mikilvægt og nú að vernda jarðminjar.
Það óskandi að nýju náttúruverndarlögin okkar komi til með að vera tækifæri fyrir jarðfræðinga að hefja þessa skráningu og meta verndargildi jarðminja á faglegan hátt. Takk fyrir. Lovísu hemmlega fyrir þetta. Ekki einhverjir sem að vilja leggja orð í belg eða spyrja Lovísu einhvers? Ríða á vaðið? Þetta eru vatnöldur. Það sagði ekki, vatn. Jú, já, vatnöldur. Það leiði veiðalega. Það var svo latið eins og þetta í Finnlandi voru skráðar 4.000. Já, kannski. Það svona mikið fjölbreytileiki? Nei, Finnarnir gera þetta dálítið öðruvísi. Þeir eru með sína jarðminjastaði undir svona landnotkunarlögum eða lögum landnotkun og landnýtingu. Og þar eru þeir með sína jarðminjavernd. En þeir skrá bæði á sem sagt, svæðabundið og á landsvísu og heimsvísu. Og þau lönd sem gera það, þau eru oft með miklu fleiri jarðminjastaði. Já. Sigurður Þórðarson heiti ég. Já. Ég hjó eftir því að það á Fortin eða Belgía ekki með. Ekki skýrt og því að allt í kringu. Já, nei, það getur líka. Voru þeir gráir eða hvítir? Þeir voru bara í Svíþjóð. Já, gráir. Þá skráning ekki hafin hjá þeim, en ég hef ekki skýring á því, af hverju það því miður. Það er spyrja Lovísa, að þú þekkir til, svo maður fáið svona betri mynd á þetta. Ef þér væri falið verkefni að velja landinir í Hafnarfirði, hvað kæmi fyrst fram? Hamarinn við Flensborg. Já, það Steinarnar á Hvalirinu og svona? Já, það náttúrulega hraunin eru gífurlega falleg hérna. Það sem hraunin. Já. Hamarinn var fyrst sem þetta, já. Já, takk fyrir skemmtilega fyrirlestur. Ég saknaði þessi fyrirlestur, það er náttúrulega bara ekki tími til að hafa, en það er náttúrulega þessi saga jarðminjaverndar á Íslandi, hún er náttúrulega miklu eldri heldur en frá síðustu árum og það voru í náttúruverndarráði voru Sigurður Þórarinsson, náttúrulega landfræðingar hafa komið mikið að jarðminjavernd líka og Þorleifur Einarsson og fleiri sem skráðu jarðminja náttúrulega inn á þann lista. Akkurat. En ég var mjög svona hugsa hvað brýnast í jarðminjaverndinum. Mér dettur í hug þessi Hallbjarnarstaðakampur sem það sem að lúpínan er að flæða yfir. Já. Og þar þarf náttúrulega meira heldur skráningu. Já. Og hvaða ráð eru til þess að bjarga bara 1 og 3 svona stöðum sem eru virkilega í hættu? Já, náttúrulega voðalega erfitt. Ég veit að þetta er alveg rétt hjá með jarðminjar, en ég var kannski meira að tala þetta sko á þessum alþjóðavettvangi þegar þeir eru farnir að tala geoheritage, geoconservation, þetta var kannski öðruvísi áður fyrr og eins hjá Bretunum, þetta var svona öðruvísi ekki öðruvísi en svona, það var svona önnur nálgun, getum við sagt. En í sambandi við lúpuna, ég veit að Norðmenn að þeir setja þetta bara í framkvæmdaráætlanir hjá sér, að það þurfi að fjarlægja gróður af því að hann sé að skyggja á jarðminjar og þetta er bara hluti af þeim kostnaði sem þarf til þess að halda við þessum verndarsvæðum. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum að skoða. Já. Þú segir þetta við þurfum að framtíðanlega gróður. Já. Þá er náttúrulega spurning, hvernig viljum við að landi líti út? Er þetta jarðminjar eða áður að landnám þá sáust það ekki? Þú sást fyrir eftir að búa að ryðja á það. Já, við vitum ekkert það. Nei, við vitum þó að sumt að því var sástu. Já. En ef það er búið að meta þetta verndargildi og jarðminjarnar eru merkar, hvort sem það er svæðabundið á landsvísu eða heimsvísu, þá finnst okkur sjálfsagt að gera hvað sem er til þess að þær séu sýnilegar, að þær falli ekki á bakvið
skógrækt, lúpínu eða eitthvað slíkt. Ekki þann skógrækt bara. Já, lúpína, já. Það ef við tækjum Já. mennina af Íslandi, hvað gerist þá? Já, einmitt, já, þú meinar svoleiðis, já. Já. Myndum við þá senda menn til þess að reyna hér. En þá kemur þetta eigingildi, þá er þennan, já, já. Lovísa, ég ætla bara að þakka þér fyrir mjög yfirgripsmikinn og góðan fyrirlestur. Varðandi þetta síðasta, þá er langt síðan að Íslendingar griptu þess að fjarlæga gróður til þess að vernda jarðminjar. Og mér detti nú bara 2 svæði í hug, annars vegar Borgarholtið í Kópavogi og hins vegar Dimmuborgir. Já, það er En þú talaðir norsku leiðina og náttúru breytileikalögin. Já. Þetta er í rauninni bara náttúruverndarlögin þeirra Já, það sem er komið ný nöfn. En sko hugtakið natúrtýper, fyrsta yfirlitið við natúrtýper í Noregi var gefið út manni 1998 eitthvað slíkt. Jarðfræðin kemur ekki þar inn fyrir nýlega. Já, núna Veistu með lögunum hvenær ekki það byrjaði? 2009. Já, hvað segirðu? Veistu hvenær það byrjaði þeir færa að taka Já, jarðfræðin. jarðfræðina inn í skilgreiningum Sko, á natúrtýper? Það sem ég heyrði frá kollega mínum út í Noregi, það var 2009. Með þessum lagabreytingum sem urðu 2009, þá var jarðfræðin þarna sett undir. Og núna er að fara sömu leið og við að taka þetta inn í nýju náttúruverndarlögin. Já, svona, já.